Og við vorum hjónin stödd út í Oslo síðustu viku. Og við hittum þar stúlku sem var á götunni, var það bara betla, eins og algengt En hún var svo ung að við fórum á tölvuna. Og við gerum þetta mjög oft þegar við erum á ferðalagi. Svona ef það eitthvað sem að grípur okkur. Og hún sagði okkur þá, hún var sem sagt 15 ára. Búin að vera í neyslu frá því hún var tæplega 13. Og býr á götunni. Hún sem sagt heróínfíkl. Og þarna býr hún í samfélagi sem gríðarlega sterkt. Það sterk félagsleg þjónusta og það sterk heilbrigðisþjónusta. En hún vill ekki hjálpa. Af því fíknin svo sterk. Og félagsmálayfirvöld og lögregluyfirvöld og það sem við kallum borgarverði hér, sem eru líka til þar, eru með allar klær úti að ná þessum krökkum. Og hún oft, eins og hún sagði sjálf, tekin. Og þá farið með henni og hún sett í eitthvað athvarf eða eitthvað heimili og þar allt gert til að hjálpa henni, en hún strýkur. Vill ekki þessa hjálp. Og gerir allt til þess að forðast þessa tegund af yfirvöldum. Og þetta svo sterk áminning hvað fíknin sterk. Og þessa líðan, þetta bara barn. Þetta bara óþroskað barn í rauninni sem við vorum að tala við hana. En það var svo merkilegt að upplifa það. Á meðan við sátum hana hjá henni, við gáum henni smá pening og eitthvað þá, svo við vissum alveg í hvað hann myndi fara. En á meðan við vorum að komu krakkar, svona hópur af krakkum, á rúmlega hennar aldri. Og þau voru með poka, þau betur poka hjá henni. Sögðu nokkur orð og stóðu svona í kring og í pokanum voru samlokur og gos og eitthvað svona dót. Þá höfðu þau verið búin að koma þarna áður, höfðu farið í búð, kaupa handinni. Og meðan við vorum þarna, að þá kom fleira fólk og stoppaði. Bara svona athuga, hvað þetta fullorðna fólk að gera við hliðina á þessari ungu stúlku sem í þessari þjáningu. Þetta væri allt í lagi. Og mér fannst svo magnað að upplifa þetta. Þetta alltaf samfélag, það sem fjöldinn allur á bekkjum út á götu sem enginn lítur á. Fólk frá rómsku, þessi sígaunarnir sem bara í rauninni þeirra atvinna. Af því við vitum að þeir sem eru á velferðarkerfinu, til dæmis í Noregi, þeir alveg að geta lifað af. En það var svo sterk og góð upplifun að finna þegar þetta fólk var að koma og stoppa og þessi krakkar sem kom. Og fyrir mér var þetta einhvern veginn, ég trúi því að þessi viðbrögð hafi verið viðbrögð kristins samfélags. Viðbrögð sem við sem kristnir einstaklingar sinnum. Og kannski lagði Jesús þessar línur fyrir okkur. Hann gerði það fyrir mig með því að bara sýna í verki hvernig hann umtjagst hina útskúfuðu í sínu samfélagi og sínum tíma þá sem voru til hliðar settir. Af því hann einhvern veginn kallaði til þessar samstöðu með þeim snauðu og smáðu. Þeim sem enginn vildi koma nálægt, voru óhreinir í augum samfélagsins. Umgekkst alla jafnt, sett engan á skör hærra eða skör lægra, hvað þá heldur sjálfan sig. Það voru allir í hans augum og jafningjagrunni. Og þetta svo dýrmætt þegar ég hugsa náungakærleikann. Þá þessi hugsun svo dýrmætt og sagan hans einhvern veginn og hugsjónirnar hans einmitt þetta að saga miskunnsemi, fyrirgefningu, kærleika, upprisun, saga frið og réttlæti. En
við skulum ekki gleyma því að hann var óvæginn í því að gagnrýna það sem að honum þótti illa gert. Hann gerði það alveg án hins, setti skýr mörk og lét heyra í sér þegar svo bar undir. En hann launaði heldur aldrei illt með illum, en launaði hins vegar oft illt með góðum. Og þetta er eitthvað sem að, þetta er svo dýrmætt leiðsögn, finnst mér að fá í lífinu. Og þessi vegur sko kærleikans og sáttarinnar sem af einhverjum ástæðum er svo ótrúlega flókin og erfitt að fara. Við vorum í vatnaskoðun daginn við Erla og Sigurður með fermingarbörnin okkar og það var þetta eitt af því sem við töluðum þau oft á dag. Komum fram við náungan eins og við viljum að náunginn komi fram við okkur. Gullnu reglurnar sem við þekkjum öll. En er svo erfitt einhvern veginn að framfylgja og fara eftir í daglegu lífi. Og svo vitum við það að lífið, það er oft svo flókið og erfitt, snúið. Rétt eins og hjá þessari ungu blessuðu stúlku þarna á götunni úti í Oslo, var bara Karl Johan, satt þar. Mjög illa farin. Og erfitt fyrir hjartað að sitja hjá henni og upplifa þetta. Af því að lífið tekur þannig á að mjög oft þá snýst þetta bara einfallega líf eða dauða. Þessar kringumstæður sem einhvern veginn lífið fer með okkur í. Og þá er einmitt svo gott finnst mér að vita þetta og hafa þetta bak við eyra að við eigum alltaf þetta val. Við eigum alltaf þetta val það til dæmis hvert við sækjum hjálpina og hvernig við gefum hjálpina. Ætlum við að fylgja leiðinni sem að Jesús fylgdi. Ætlum við að vera miskunnsami samverinn í lífi einhvers. Og þetta er svo sterkt fyrir mér að því að þetta var bara tilviljun í rauninni að við skildum rekast á þessa ungu stúlku út í Noregi en ekki bara hér á Íslandi. Af því að það er allt það saman. Og það er svona, ég finn svo sterkt til þess að vera ábyrgðar, hvað get ég gert? Mér langar svo að við einhvern veginn tökum þetta með okkur. Ég veit þetta er alvarlegt og þungt mál, en tökum þetta með okkur. Hvað getum við gert sem kristnir einstaklingar? Sem fólk sem að vill af öllum hjartans rótum gefa frá okkur náungakjærleik og vera til staðar fyrir fólkið okkar. Og ég segi þetta þannig, lítil 15 ára stelpa eða strákur út á götu er fólkið okkar. Skiptir engu máli hvaðan við komum. Þetta er bara fólkið okkar. Mér langar að segja ykkur að ég við töluðum alltaf Guð við hana, prestarnir. Og hún sagði okkur það að hún væri trúuð og færi oft með bænir, bænirnar sem að henni hefði verið kenndar. Og ég signaði, ég syngdi hana og fór með bæn sem að, ég kann svona einhvern veginn hérbyrjum meira var kennd hún einhvern tíma og hljómaði einhvern veginn svona. Ég rita með krossmark með fingri, með vatni og trúi að vatni og skírnin minni á að ekkert getur skilið okkur að. Ekkert getur skilið okkur, börn Jesú, frá Jesú í erfiðu kringumstæðum.